ætla að fara yfir einstaklingsverkefnið sem er í áfanganum núna, ásamt þessum 5 minni verkefnum og þessum 2 hópverkefnum. En þetta verkefni er bæði fyrir ykkur til þess að spreita ykkur á einhverju sem er aðeins öðruvísi, bara ein og sér og ég gera einhverja tilraunir, eitthvað skemmtilegt. En líka gefur ykkur möguleika á því að fá að hækka lokaeinkunnin ykkar. Og það er þá í gegnum það að vera með kynningu fyrir mig og samnemendur ykkar á verkefninu í lok áfangans. En ég ætla bara að fara yfir þetta núna svona gróft og svo tölum við aðeins þetta bara svona í gegnum misserið. En hafið þetta í huga, hvort ef þið sjáu eitthvað sem ykkur finnst spennandi og ykkur langar að fikta meiri í eða prófa eða gera eitthvað. En annars þá tek ég þetta bara svona aðeins þegar nær dregur, þegar þetta er í raun bara þarna í kringum páskana sem að þið ættu að vera að fara að fókusa á þetta. En samt, ekki þess að bannar ykkur að byrja á þessu bara strax og ég vil klára þetta bara núna eða eitthvað. En það sem að þið gerið öll í raun að vinna verkefni og skýrslu það og þetta er þá eitthvað sem að þið veljið ykkur og þarf í raun og veru bara hafa einhverja örlitla tengingu við vegforritun. Það hafa verið ýmis verkefni í gegnum, það hafa verið nemendur sem hafa verið að leika sem er þrívít, við að nota síma til þess að fá tengja það við vef og fá eitthvað þarna í gegn, eða gera bara byrjun á einhverju verkefni sem að þau sjá fyrir sér að vinna áfram, byrju á verkefni sem eru jafnvel búin að fá styrkt hjá Rannís eða eru að vinna í gegnum eitthvað annað hérna í háskólanum. Þannig að það er alls konar í boði og þið í raun getið unnið þetta og fengi bara aðstoð frá mér. Þið getið bara verið að stofna ykkur eigið fyrirtæki og fengi mínar ráðgjöfur hvernig þetta að gera vef fyrir það eða ætlaði að gera vefforritun fyrirtæki. Ég er búin að vinna í þeim bransa í 15 ára. Mér finnst bara allt skemmtilegt og ef þið eru áhugasöm þá er ég áhugasamur og það er langskemmtilegast. Þannig að ef þið viljið þá beðið bara spyrja mig endalaust þetta og einhvern tíma fyrir segja kannski stopp en kannski ekki ef þetta er eitthvað skemmtilegt. Ertu með svona sýnidæmi hvað fólk hefur verið að gera eitthvað? Já, ég er með ekki bein dæmi verkefni en þú veist svona meira general svona hvað þið getur verið að fara í. En það er svona gróft á litið, þá eru hérna nokkur atriði sem við höfum eftir að fara yfir, en sumt eitthvað sem þið kannast kannski við, að þið myndu taka eitthvað þrennt af þessu. Þarf ekkert endilega að vera nákvæmlega þetta, ef þið eitthvað bara, þið ætlaði að fara alveg rosalega djúpt í að gera einhverjar bakenda í einhverju öðru forritunarmáli og þá getur alveg bara sagt, hey, það telur bara sem allt, því þetta er það flókið eða nýs sem þið ætlaði að fara að gera. Þetta er bara svona almenna guideline sem er hann í kringum þetta. Og það er þá eins og við erum aðeins að æfa okkur núna, þú veist að skrifa ykkur próf, þetta getur við tekið á sig að vera bara nota ykkur önnur testing framework, skrifa unit test, skrifa end-to-end test, skrifa test sem keyrir í vafra sjálfkrafa, það er alls konar þarna. Notenda umsjón, eitthvað sem við erum að fara að gera núna í þar næstu viku, sem er í raun bara þetta, hvernig getum við gert þannig að fólk geti skráð sig inn og verið með einhverja þekkta stöðu í vefforritun okkar og þarna er þetta að gera ýmislegt meira en þetta svona grunn sem við ætlum að útfæra. Vefþjónustur, eitthvað sem við erum líka að fara að taka núna eftir 2 vikur og þar er í raun svona 2 filosófíur, REST vefþjónustur eða GraphQL vefþjónustur sem þið getur farið að vinna nánar í. Þið getur búið til einhvern flóknari bakenda sem er eitthvað eða verið með bakenda, verið með framenda, það þarf ekki að vera, vefþjónusta er í eðli sínu ekki með neitt framenda og þar getið þið haldið áfram að gera eitthvað með þessu sem við erum að fara að skoða núna í tengslu við Express. Þið getið notað eitthvað nánar í React, þið getið gert eitthvað í öðru framendaframeworki, það eru mörg sem að hafa gert eitthvað í Svelte sem er mjög skemmtilegt, það er svona mjög svipað en allt öðruvísi pæling til þess en React, mjög skemmtilegt. Mismunandi gagnagrunna, þið getur sagt bara eitthvað, ég hef mjög gaman að hugsa hönnun og hvernig viðmót eru gerð á vefnum, þannig að þið getur farið bara í það og prófa ykkur áfram með Figma eins og við vorum að nota í vefforritun 1, búið til eitthvað eigið hönnun í því og kynnt og þið getur jafnvel farið í það að segja bara eitthvað, þetta er ekkert í eðli sínu, ég ætla ekkert að gera þetta sem forritunarverkefni, ég ætla að gera þetta sem hönnunarverkefni, ég ætla bara að taka og ég ætla að greina eitthvað verkefni sem ég ætla að fara að vinna og ég ætla bara að greina það með tilliti til verkþátta
Það er að segja bara hvaða verkefni sem maður þarf að gera þarna, eitthvað sem þú veist, ef þið hafið tekið verkefnastjórnun, tengt því, og tímalínur og hvað þetta tekur langan tíma og hvað það mikið fjármagn og hvað það margar manneskjur til þess að vinna þetta og jafnvel síðan yfir í að búa til einhverja fyrstu hönnun í Figma, hvort sem það er einhver wireframes eða bara hönnunin sjálf. Eða þeir sem eru ekki að það vera að kenna UML í þróun hugbúnaðar, getið farið í það og gert eitthvað svoleiðis líka. En þannig að þetta er mjög opið og ég vil bara að þið gera þannig, en ef þið viljið bara vera á einhverjum rails og bara gera eitthvað verkefni, þá eru hugmyndir fyrir neðan. En sem sagt, þetta er þá eitthvað verkefni sem vinnið, hugsanlega eitthvað svona hönnunartengt, en yfirleitt er þetta eitthvað forritun sem á sér stað og svo einhver skýrsla, en hún í raun ekkert, hún þarf ekki að vera 10 blaðsíðna skýrsla sem tiltekur allt. Þetta getur verið bara hálf blaðsíða sem segir ég ákvað að gera þetta, ég lenti í þessu, þetta var áhugavert og þetta er bara svona aðeins að þið segja mér aðeins frá ykkar ferðalagi í sambandi við þetta verkefni. Og ég vil frekar stutt og laggott en langt og fullt af einhverju fluffi. Og þið megið gera þetta á íslensku eða ensku og þið getið jafnvel bara, skýrslan getur bara verið readme-skjalið í projektinu ykkar. Já? Hvað notendaumsjón á ensku? Ég átti mig ekki á það. User management yfirleitt þetta, en tengt því síðan authorization og authentication. Og við munum aðalega skoða authentication sem í raun að þú getur einhvern hátt. Bara getur skráð sig inn. Já, þú getur staðfest að þú sért aðili sem hefur aðgang að þessu notendanafni sem var skráð á einhverjum tímapunkti með þekktu lykilorði og ég get staðfest að þú sért það. En það er hægt að gera alls konar meira. Það er hægt að gera þetta í gegnum Google, það er hægt að gera þetta, þú veist, tæknilega séð með því að nota til dæmis auðkenni, til þess að nota rafræn skilríki sem við erum með flest á símtækjunum okkar. Það má skoða hvernig það myndi haga sér, þú veist, það er alls konar í þessu. Og svo hinn parturinn svona authorization sem í raun að segja hérna, ok, ég er hérna skráður inn, ég er admin og þú ert venjulegur notandi, en svo er líka editor eða þú veist, mismunandi svona hlutverk sem fólk getur farið í. Það er líka alveg sérkapitúli. Hvað er þetta? Já, þetta er svona lýsing á einstaklingsverkefni sem við ætlum að vinna núna yfir misserið. Og byrjar það bara strax? Já, ég er bara að leggja það fyrir núna, Já. en það er ekki skil fyrir í lok áfangans. Ég vildi freka bara gera þetta núna svo þau getið þá freka kannski velta þessu fyrir ykkur Já. og tekið síðan á við þetta svona í kringum páskana. Þá er þetta til á að skila þessu. En sem sagt, það er þessi verkefni og skýrsla er það sem að öll gera, en svo megiði líka halda kynningu og hún getur verið alltaf 10% auka og er þá til uppökunar í áfanganum. Og fyrir nánar við það þegar það er nær dregur, en þú veist, þetta þarf heldur ekki að vera flókið. Þetta þarf ekki að vera þið með einhverja tilbúna kynningu. Þið getur bara komið upp og sýnt forritið, sýnt eitthvað áhugavert í því, sagt frá því hvað var erfitt, hvað var auðvelt, sýnt smá kóða og það er komið. Svo spyr ég ykkur spurninga og þið svarið og getur tekið 5 mínútur, getur tekið að hámarki 15 mínútur. En hérna eru síðan nokkrar hugmyndir og ég kannski bæti eitthvað við þetta núna í gegnum næstu vikur. Og það er bara eiginlega eins og sagan. Það er allt sem, ef þið getur bara örlitla tengingu við vefinn, þá getið þið gert það. Og það þarf ekki að vera neitt af þessu og það þyrfti tæknilega sér heldur ekki að vera neitt af þessu hérna. Bara ef þið hafið einhverja geggjaða hugmynd, bara bera hann undir mig og við sjáum hvort að við getum ekki látið gera eitthvað skemmtilegt við það. En að samanskapið, þú veist, þetta er 10% verkefni, alltaf 20%, þannig að þetta er líka mjög auðvelt að fara bara að gera eitthvað skemmtilegt og eyða rosalega miklu tími í það. Þannig byrja ykkur líka að hafa í huga bara svona tímastjórnun og svona tengt þessu. En síðan ef ykkur finnst þetta geggja skemmtilegt, þá getið þið líka tekið lokaverkefnisáfanga þar sem að þið bara fáið 6 eða 8 einingar fyrir að vinna eiginlega svona verkefni bara í ígildi heils áfanga. Þannig að þá er þetta bara sett fyrir núna og þið þurfið í raun ekki að taka afstöðu til sko til að hafa kynningu fyrir 1. mars. Það er inn á Canvas, er í raun bara hlekkur inn á Google Docs eða Google Sheet þar sem bara skráið ykkur inn og þið getur bara skráð ykkur núna og svo bara nei, ég hætti við. Bara þið látið mig vita helst fyrir daginn sem það er, þannig ég get aðeins rótira dagskránni en það er engin krafa að þið mætið og þið fáið, það er engin sekt ef að þið gerir það ekki. Og svo er þetta bara eitthvað fullklára verkefni og það er einhver efnistök og einhver tenging
skilið uppfyllt nema náttúrulega við dílum eitthvað sérstaklega og svo skýrsla og svo kynning og það er svona tiltölulega beint af augum. En ég ætla ekki að fara inn nema að segja einhverjar spurningar núna, annars bara mun ég minnast á þetta svona á og til, kannski segja svona, hey, þetta getur verið áhugavert sem einstaklingsverkefni eða skoða eitthvað nánar og læt svo vita þegar þetta er nánar. Þannig að ef að þið ætla ekki að vera með kynningu þá þurfa að skila fyrir lok mars, eða 29. mars og ef þið ætla að kynna þá eru kynningar þarna í lok áfangans. Við höfum þá þessa miðvikudagstíma eins og í dag og svo mánudagstímana og þar ætlum við að nota þá og alltaf hérna alveg inn í seinustu kennsluvikuna ef við þurfum. Okay.